og hérna eru í kennsluvefnum nokkrar síður eins og þetta æfingapróf hérna sem að ég ætla að renna líka yfir með ykkur. Það lítur út svona, það byrjar svona og þá bara farið í ákveðin atriði eins og ég sjái hérna, ég litakóða viðnama og síðan ýmislegt sem ég þekkið úr rafmagni 100 og síðan aðgerðamagnar og þessa rás hérna. Þannig að þetta er það efni sem að er í þessu æfingaprófi og hér eru líka glærur fyrir próf 1 og það hérna hef ég hér líka og það sem að við skoðum fyrir þetta próf er eins og litamerkingarnar og það er mismunandi hvað eru margir litir á því, hvað er sem sagt nákvæmnin er mikil á stærð viðnámanna í ómum og fyrsti og annar liturinn segir á þessari gerð hérna hvaða tölugildi við höfum hérna og síðan er þriði liturinn gefur fjölda 0. Þetta er bara eitthvað sem við þurfum að rifja upp og nota þessa töflu í að hérna hjálpa ykkur við þetta og því að fyrsti og annar liturinn það er einhver tala og fer eftir náttúrulega litnum og hérna síðan höfum við miklu fleiri mótstöður núna þegar við að tengja upp vélgjörðskerfið með þessum hérna 4 litakóða. Það er sem sagt að það eru 3 litir sem að gefa okkur tölugildi og síðan er 4. liturinn sem að gefur okkur fjölda 0 eða margföldunina og síðasti liturinn er frávikið. Þannig að það eru miklu fleiri litir í gangi hérna og maður getur farið hérna á og ég held að þessi linkur sé ennþá virkur, ég veit ekki annars, ég vil að prófa þetta. Það er hérna, það er síða þar sem maður getur slegið hérna inn ákveðna stærðir til þess að æfa sig á þessu fram og tilbaka hvað er hvað og hérna maður getur líka sett inn liti hérna rauður, fjólblár og já, kannski aftur rauður eða brúnn og síðan hérna einhver litur hérna gulur og síðan er þetta hérna líklega frávikið og svo smella á calculate og þá fáum við hérna hvað þetta er stórt, þetta er svo 2,71 megaohm og eins getur maður sett inn hérna þetta hér eins og 560 K kannski K og þetta er þá 4 band hérna, eða 4 litir þá smellir maður hérna á display resistance og þá kemur hérna myndin af því hérna fyrir neðan. Þannig að með þessari síðu þá getið þið æft ykkur á þessu. Og ég seti á þessa slóð þá sérstaklega inn, ég er ekki viss að ég hafa hana beinlínis, en þarna getið þið sérstaklega æft ykkur á þessu fram og tilbaka. Hérna er líka hægt að velja ef það eru bara 3 litir. Þannig að þá kemur ljós hvernig hún lítur út bara með því. Svo það er hægt að æfa sig á báðum tegundunum hérna. Nú, ef við skoðum þetta hérna áfram, þetta hér, getur við komin hingað, þá erum við með fleiri gerðir af mótstöðum. Það er sem sagt línulegar stillimótstöður og svo geta líka verið logaritmískar, eins og þessi hérna. Og aðferðin til að finna út hvort það er línulega logaritmísk, það er að stilla mótstöðinni í miðju og mæla viðnámið frá sitt hvorum endanum á mótstöðinni. Ef það er jafn stórt viðnámið, náttúrulega, þá er þetta línulega mótstöða. Og þessi sem sagt mælist næstu því heildarviðnám þegar við komum í hálfan snúning hérna, eða hálfa stöðu.
mælum við frá miðju, þar sem að tengingin við miðju, út í enda sitt hvora megin og þá gríðarlega mikill munur á þessu ef þetta er logarithmisk mótstaða. Nú, síðan koma eiginbreytilegu mótstöður, þessar NTC, PTC, LTR og VFDR og þið þekkið þessa NTC sem það minnkar viðnámið við aukið hitastig, svo kemur hérna PTC, það eykst aðalega viðnámið. Í byrjun, ef maður heldur á þessu bara með höndunum, þá byrjar aðeins viðnámið að minnka, þó hún sé PTC, af því að hún er smá ólínuleg hérna bæði í byrjuninni og í endanum. En á miðsvæði hérna þá er hún að rjúka upp í viðnámi þegar hitinn eykst hérna. Þannig að P stendur fyrir Positive Temperature Coefficient, sem sagt jákvæður viðnáms hitastöðull. Og það er bara við áttuðu ykkur á því hvað og vitum munin á þeim. Síðan er það ljósháð mótstaða, light dependent resistor, þá við aukið ljósmagn, þá minnkar viðnámið í því, þeirri mótstöðu og síðan höfum við spennuháða mótstöðu, það er volt dependent resistor og hún er yfirleitt notuð til þess að verja tæki fyrir of hárri spennu, innganga á tækjum, innganga á mælum til dæmis eða innganga á skynjurum eða eitthvað slíkt. Þannig að það minnkar viðnámið við eitthvað ákveðna spennu. Síðan ára þéttar, það eru mismunandi gerðir af þéttum sem höfum verið að nota eins og raflausna þéttarnir og tanntalþéttar og plastþéttar, það er aðalega þær þrjár gerðir sem við erum að nota og tanntalþéttarnir og raflausnaþéttarnir, þeir eru pólaðir, plastþéttarnir ekki, ópólaðir sem sagt. Þannig að það skiptir máli hvernig maður snýr tanntalþétti og raflausnaþétti og hérna sjáum við sem sagt mismunandi hvernig það lítur út og hérna höfum við raflausnaþéttarnir, það er lengst til hægri og síðan eru líka hérna keramikþéttar hérna í þessu, við höfum ekki verið að nota þá mikið en svona pólyesterþéttar eða polypropylen, þetta er sem sagt plastþéttar í rauninni og þeir eru ópólaðir. Nú, plastþéttarnir, þeir eru með ákveðnar merkingar, það er spennuþol og rýmd og svo höfum við sem sagt mismunandi raflausnaþétta og hérna er svona slóð af þessu og það er sem sagt ákveðið sem sagt elektrolítik, sem sagt það er sem sagt raflaust inn í þessu sem að og síðan er þetta vafið upp. Þannig að það er hægt að hafa mikla rýmd í þessum þéttum en ef við þurfum litla þétta þá getur verið gott að vera með svona tanntalþétti því að hann hefur tiltölulega mikla rýmd miðað við hvað hann er smár lítill sig og oft er hann valinn frekar heldur en raflausnaþéttir af sömu sem kannski þessi 4,7 mikrofarad ef að hann þá tekur minna pláss heldur en sambærilegur raflausnaþéttir. Þannig að kosturinn við tanntalþétti umfram raflausnaþétti er það að hann tekur lítið pláss með rýmd. Nú, svo erum konur hálfleiðurum. Við höfum hérna signaldíóðu, afreiðisdíóðu og afreiðisdíóðu og svo höfum við náttúrulega 4 díóður saman í brúafreiðli eða jafnvel 6. Svo að hérna þetta eru mismunandi gerðir sem við höfum verið að fjalla Hérna er signaldíóðan og þið sjáu hérna katóðustrykið er hérna og hún þolir yfirleitt ekki mjög háa spennu og tiltölulega lítinn straum en við notum hana í rauninni við við erum með 5 volta spennugjafa og hún þolir bakspennt við 75 volt hérna stendur reverse voltage þannig
að hún þolir örugglega 5 volta bakspennu hjá okkur í vélgæslukerfinu sem dæmi. Straumþolið er mjög lítið reyndar hana. Hálfleiðarar afreiðistígur sem sagt, við erum með oft á tíðum 3 ampera afreiðistígur hjá okkur og sem sagt spennuþolið er mismunandi eftir í hvernig það eru merktar og við erum með reyndar okkar afreiðun fyrir ljóstengið, þá erum við með mun minni díóða heldur en hér en þær yfirleitt ekki fyrir mjög háan straum akkurat þessar eins og það líta út hér heldur þær hafa mikið spennuþol eins og 1000 volt hérna 1N5408 þýðir að hún þolir 1000 volt en annars hérna niðri sem sagt ef þetta er 5401 fyrir 100, 2 fyrir 200, 4 fyrir 400, 6 600, 7 800 og hérna slitnar þetta í sundur þannig að 7 þýðir 800 volt að spenna og 8 þýðir 1000 volt. En þetta er ekkit endilega nauðsynlegt fyrir ykkur að vita fyrir próf heldur en bara að hafa séð þetta. Og hérna erum við með afleiðistíðurnar, þær skrúfast í kæliplötu og hvernig bila svona díóður, þær annaðhvort mælast skamhleyptar eða algjörlega rofnar, ekki satt. Og þær geta litið út svona líka eins og svona diskar og festar inn á milli kæliplatna. Og síðan eru það brúafriðin. Við getum verið náttúrulega með 6 díóður hérna eins og við alternatorinn sem við erum notað til að hlaðin á rafgeymi. Eða við getum verið með 4 díóður inn í svona kubb. Og eða við þurfum þá hérna 2 svona stærri kubba með 2 díóðum til þess að búa til heilbylgjuafriðun og þá sjáum við þess að þetta form hér og ef við skoðum æfingaprófið okkar að hvað þurfum við margar díóður til þess að búa til svona spennu? Þið sjáum, já, 4 vegna þess að spennan fer alveg niður í 0. Ef að spennan fær ekki niður í 0, ef við erum með 6 svona gárur fyrir hverja 360 gráður þá værum við með 3 fasa afriðun. Akkurat, ok. Þá höldum við áfram hérna og skoðum senadíóður. Þær passa upp á það að það sé fest spenna yfir eitthvað ákveðið tæki. Við verjum ákveðið tæki fyrir of hárri spennu með þeim eða festum spennu í rásum og þær eru yfirleitt notaðar bakspenntar. Og þetta viðnám hérna, það tryggir það að þær fá ekki ómikinn straum í gegnum sig. Þær eru gefnar upp í vöttum og þá getur maður reiknað út, sem sagt út frá senerspennunni, hversu mikinn straum þær þola sem sagt í gegnum sig. Og þá þurfum við að velja viðnámið með spennuna hérna fyrir framan hvað þetta viðnám þarf að vera stórt. Þannig að straumur verði ekki ómikill í gegnum þær, sérstaklega þegar er slökkt á viðkomandi tæki. Þá fær allur straumurinn hérna í gegnum senadíóðana. Nú, og svo eru fleiri hálfleiðarar eins og týristórar sem við vorum að skoða á síðustu önn og hérna eru í rauninni þessi 2 transistórar. Ef við fáum púlsinn á gate, þá opnum við fyrir neðri transistorinn sem dregur stýristraum í gegnum efri og sá efri gefur okkur þá stanslaust opnunar gate straum, nei, hérna base straum í rauninni ef við hugsaum transistorinn hérna neðri. Þannig að hann helst opinn, týristorinn, þess vegna helst hann opinn út af þessari sjálfheldu. Ok, hér höfum við svo díak líka. Við vorum með hann í dimmerrás til að gefa púls inn á hérna, tríak og hann virkar fyrir jafn háa spennu þegar hann hefur jafn háa spennu, brotspennu í báðar áttir þannig að hann vinnur í riðstraumi og gefur púls bæði þegar er neikvætt rið og jákvætt rið inn á træekinn sem við notum í dimmer. Nú, svo höfum við þessa 2 saman, díekinn og træekinn og við stjórnum þá straum í álagi við riðstraum.
og það var það sem við tókum fyrir á síðustan. Síðan höfum við transistorina, við erum með PNP, við erum aðalega að vinna í vélgæslukerfinu með PNP transistora, NPN lærðum við í 100 meira og við skoðum sem sagt þá hvenær við fáum straum, hvenær við opnum fyrir PNP transistorinn. Það þegar við erum með lágt gildi inn á base-viðnámið á honum. Þá fáum við 0,7 volta lægri spennu heldur en á emitter sem tengist í plus. Og svo höfum við hina gerðina, þá þurfum við jákvæða spennu inn á base til þess að opna fyrir straumin í gegnum hann. Og svo höfum við Unity-Johnson transistorinn sem að gefur okkur púls við ákveðna spennu. En þessa rás notum við ekkert, hins vegar vantar rás sem við notum á síðustu önn. Sviðsáhugðartransistorinn, hann notaður í hálfleðra IC-rásunum og þá erum við með N-rásatransistora og P-rásatransistora. Og til að læra hvernig þeir virka, þá virkar sem sagt N-rásatransistorinn eins og NPN, hann þarf jákvæða spennu inn á sig til þess að leiða í gegnum sig. Og öfugt með P-rásatransistorinn, hann þarf lágt gildi inn á sig til þess að leiða, eins og PNP-transistorinn, hann þarf lágt gildi inn á base-viðnámið til þess að hann fara að leiða. Og síðan með rásina 4093 þá Smith-trigger ingangur á þeim ingangum. Það þýðir það að svona litlar truflanir hafa ekki áhrif á útgangin á rásinni, heldur spennan þarf að fara upp fyrir ákveðið mark til þess að það túlkist sem háttgildi og síðan þarf að fara niður fyrir ákveðið mark svo að það túlkist sem láttgildi. Þannig að B-ið virkar þá eins og rás með Smith-trigger. En þið sjáið að hérna koma í A tilfellinu, þar sem við erum bara með samanburðarþátt, komparator, að hér tekur hann út á útgang truflanir. Hann skynjar breytinguna hérna í þessari sveiflu sem kemur í merkinu inn. En þessar truflanir fara ekki út ef við erum með Smith-trigger á inganginum. Þess vegna erum við með í vélgæslukerfinu rásina 4093 með Smith-trigger. Hún í rauninni eyðir út svolítið af truflunum líka. Þannig að hún tekur ekki mark á merkinu fyrir hann komið upp fyrir ákveðið hámark og svo lágt gildi þegar hann komið niður fyrir ákveðið lágmark. Í þessari spennu hæð hérna, 0 til 5 volt getum við sagt til dæmis. Nú, næsta mál, það rauninni hvernig að hliðin eru staðsett inn í þessum IC-rásum. Þessar tvær IC-rásir eru við með í vélgæslukerfinu. Við erum með 4001 en 4093 virkar rauninni sett upp alveg eins og 4011. Hérna bara komparator en ekki Smith-trigger í þessar rás hérna. Það bara í 4093 hérna mynda 4011 sem í rauninni alveg eins og 4093 uppsettur. Já. Hvað að vera margir fimmandara spennur til? Allavega 3, ég veit það ekki nákvæmlega. Já. Tjekka á 107. Og svo það hálfleðrar, fleiri áfram, insulated gate, bílból og transistorar. Þeir eru mest notaðir af því sem við erum að læra í hraðastýringum fyrir þriggja-fasa riðstraumsmótora. Hérna erum við með 6 stykki sem við notum þá til þess að búa til spennu, þriggja-fasa riðspennu með mismunandi tíðni og aðferðin, hvað hún kölluð? Pulse P12M, Pulse Width Modulation á ensku, eða við segjum á íslensku Pulse víddarmótun eða Pulse breiddarmótun. Þannig búum við til mismunandi tíðni fyrir mótor svo við getum hraðastýrt mótor. Það málið. Og í sumum svona útgangsrásum þá erum við með sérstakann transistor líka til þess að eyða hemlunarafli út á ákveðna mótstöðu. Og þá opnum við fyrir sérstakann transistor sem líka IGBT og
hann sendir strauminn ef að spennan ætlar að verða of há hérna á þessu jafnströms link eða á þessum þéttum sem hérna og það skynjað og ef að spennan ætlar að verða of há þá opnar þessi auka transistor fyrir strauminn inn á mótstöðu sem að eyðir hemlunar orkunni eða orku sem kemur þá tilbaka hérna frá mótornum. Nú, hálfleiðarar áfram ljóstengi, þar erum við með 2 tegundir. Við erum einhverjir búin að prófa að minnsta hvort aðra þeirra. Það er að skynja sem sagt hvort það rafmagn á 230 volta kerfi og hér höfum við sem sagt alveg rafmagnslegan aðskilað milli inngangshlutans, ljósdíóðunar hérna og ljósnæmsflötar á transistor hérna inn í þessu. Þessi hérna tengingi út í 6, það er rauninni bara til þess að sé hægt að prófa transistorinn. Þetta er yfirleitt ekki notað nema bara til kannað ljóstengið að virka í lagi á þessum hluta hér. Auðvitað getum við ekki prófað fyrir hlutan nema að setja sérstaklega 2 volta spennu á það. Kannað hvort það fer þá í leiðinni. Og þetta er þá aðalega til dæmis í okkar tilfelli í vélgjörnskerfinu notað til þess að fylgjast með spennu á einhverju öðru kerfi eins og til dæmis 230 volta kerfi eða 400 volta kerfi og þá tengjum við það til dæmis inn á viðvörunarrofan inn á 5 og fjarkinn í mínus. En á mynd 6 þar erum við ekki með bara transistor inn í þessu heldur við erum með ljós hérna næmt gate hérna á þessum tríak. Svo að þriðja skautið er þá ljósnæmt gateið til þess að láta hann verða leiðandi, virka. Og þetta munum við seinna í vélgjörnskerfinu nota til þess að senda merki út á flautu og hverfiljós. Og hérna stærri tríak til þess að gefa samband hérna út á þessa flautu. Þá tökum við bara svona ljósdíóðu, tengjum hana við sérstakann transistor og það er rauninni alveg eins viðnám sem að þurfa að tengjast við hann eins og önnur aðra ljósdíóður sem er í vélgjörnskerfinu. Við þurfum 2 volt hérna yfir til þess að geta gefið ljós yfir á tríakinn. Ok, en aðalmálið er að við erum að einangra þarna spennukerfi. Og þá er það meira, við erum með hérna aðgerðamagnana og við erum með inngang hérna sem er inverterandi, það er inngangur 2, snýr merkinu við, inngangur 3, hann er með plus, hann hérna, þegar við notum þessa hérna magnara, þá erum við aðalega í samanbara magnara þegar að þrýsturinn orðin hærri heldur en tvistur, þá verður útgangurinn hár og þá er hann snýr ekki merkinu við þessi hérna heldur, það verður sama, það verður positíft merki út á útganginn ef að þrýsturinn, hann hækkar í spennu fyrir ofan tvistinn, þá fáum við hátt geti út. Það er sem sagt, hann inverterar ekki. Og hér erum við bara með mögnun og til þess að magna hérna inn á mínusinganginn hérna, þá snúum við í rauninni hitarafganum öfugt eða við, þannig að við erum með mínuspól inn á tenginguna á R1 þegar við erum að magna hérna. Og hérna getum við að reikna út mögnununa á þessu hérna með þessari formúlu hérna sem að verður þá gefin í prófinu ef að þarf að halda, ef að svona dæmi kemur fyrir. Og þarna erum við bara með hreina mögnun á bara spennumögnun og erum að magna eitthvað mjög lág spennumerki hérna til þess að geta nýtt okkur síðan í samanburðar rás eins og þessa hérna. Við reynda að gera það hér, þá tökum við útgangi hérna og tengjum beint hérna inn á þristinn hér. En þessa rás hérna ætlum við hins vegar að hafa líka undir til þess að reikna út hvað viðnámið verður stórt þegar að útgangurinn
fær til dæmis háttgildi við þessa uppsetningu. Og þá erum við í rauninni komin í gegnum þetta nema við ætlum bara að skoða dæmi í þessu. Við höfum verið með hálfleðra sem eru spennureglar. 78 serían er pluss og gefur pluss út, 79 serían gefur mínus. Og hérna sjáum við 78 seríu 12 volta og síðan höfum við fleiri gerðir af transistorum, þar sem tveir eru saman í húsi og það eru sem sagt kallaðir Darlington tenging. Mikla mögnun. Þetta voru við í 100 áfanginu. Nú, en sem sagt, við höfum verið með hálfbylgjuafröðum, með einni díóðu, heilbylgjuafröðum, með 4 díóðum eða spennistengdri afröðun og það eru 2 díóður og miðúttak á spenni og síðan eru 3-fasa afröðum með 6 díóðum. Darlington tengingin er hérna, 2 transistorar saman. Síðan höfum við verið með dimmer eða ljósdeyfi með díak og tríak og síðan með digitalrásirnar með NOR flip-floppa og NAND flip-floppa. Þá höfum við verið með hagnýtar svoleiðis rásir sem að gæti komið fyrir í prófinu. En síðan höfum við hérna aðeins það hvernig við reiknum svona dæmi út og við byrjum yfirleitt á því að athuga með spennuna inn á inngang 2 og í þessu tilfelli þá leggjum við saman fyrst viðnáminn, fáum heildarviðnámið, deilum því upp í spennugjafaspennuna, þess að hérna, 5 volta spennuna og þá fáum við ákveðin straum sem við margföldum við 10 kΩ mótstöðuna hérna og þá fáum við 2 volt og þetta breytist ekki neitt, þess vegna er 2 volt bæði hér og hér. Og síðan til þess að finna út þegar þetta er kalt ástand, þá er staðan á NTC mótstöðunni þannig að það er 25 kΩ viðnámið í henni. Og hún er raðtengd við þetta 15 kΩ viðnám sem er fast hérna neðanverðu og þá gerum við eins, við finnum út heildarviðnámið 25 pluss 15 kΩ og deilum því upp í 5 volta spennuna, þá fáum við straumin hérna niður. Þegar við vitum straumin, þá margföldum við sinnum 15 kΩ viðnám hérna og fáum að spennan hérna er þá 1,875 við kalt ástand. Og þá skráum við það inn í þennan reit hér. Af því að við vorum búin að reikna út spennuna inn á tvistin hérna áðan, U2 spennuna, þá vitum við það út frá kröfunum hérna í dæminu að spennan, það kemur reyndar ekki fram í akkurat þessu hér, en spennan þarf að vera á þristinum 0,1 volti hærra en á U2 til þess að komi bilun eða útgangurinn verði hár sem sagt. Já, við notum þetta í velgjörðskerfinu þess að segja að komi bilun og það er sem sagt krafan og þá setjum við bara hérna 2,1 volt í þennan reit hérna fyrir neðan fyrir spennu U3 og þá er eitt eftir, það er að finna út hvað er þá viðnámið í NTC mótstöðunni, hvað hefur viðnámið minnkað niður í við það að hún hitnaði. Þá finnum við það út með því að segja 2,1 volt er þá yfir þessa mótstöð, 15 kΩ mótstöð sem kemur inn á pinna 3. Þá reiknum við hreinlega strauminn sem fer í gegnum mótstöðuna, 2,1 volt deilt með 15 kΩ mótstöðunni, það er ákveðin straumur og notum þann straum til þess að deila upp í restina af spennunni. Það er gert einhver staðar hérna. Það er sem sagt 5 mínus 2,1 volt, það eru 2,9 volt að spenna yfir NTC mótstöðinu og deilum með straumnum sem við fengum hérna út og þá fáum við stærðina á mótstöðinni sem er þá 20,7 kΩ. Þannig reiknum við þetta út. Þetta er sem sagt aðferðin. Rennum bara aðeins í gegnum sem sagt þá æfingaprófið. Þetta var sem sagt svarið sem þið sögðu áðan hérna. Við þurfum 4 díóður í
brú til þess að búa til svona spennu og við köllum þetta sem sagt heilbylgjuafröðun, ekki satt? Já, þetta bara heilbylgjuafröðun. Hvernig myndi hálfbylgjuafröðun líta út? Þá bara önnur hver gára hérna, eða þetta raunin ekki gára, þetta hálfbylgja af sínusbylgju, hálf sínusbylgja. En síðan spurt hérna hvaða straum og spennu sína þessir mælar og hér værum við með 0,78 spennufall yfir díóðuna af því að hún tengd forspennt, þannig að spennumælirinn myndi sína 32 mínus 0,7 volt og strauminn getum við fundið út með því að nota þá spennu og deila með stærð mótstöðunar, 22 ohma mótstöðunni hérna. Þessi þéttir, hann bara til þess að plata ykkur, þetta bara jafnspenna. Þetta ekki afriðun, ekki nota formúlur fyrir hálfbylgjuafriðun í þessu. Þannig að ef að díóðan myndi snúa öfugt, hvað myndu þá segja hérna með straummælinn og spennumælinn? 0, já. Það engin straumur og þess vegna ekkert spennufall yfir þetta viðnám. En auðvitað geti síðan staðsetningin á díóðunni verið hér þar sem að viðnámið og öfugt sem sagt, viðnámið verið hérna þar sem díóðun og þá myndum við náttúrulega bara mæla fulla spennu en engan straum. Ok, þetta fórum við í svolítið áðan og þið skuli bara reyna endilega að æfa ykkur á þessu. Að við sjáum hérna grænn, það 5, síðan kemur blár, það 6 og þriði liturinn hérna rauður, 2 og síðan kemur fjöldi 0, það þessi hérna appelsínuguli, það eru 3 0 fyrir aftan þessar tölur sem ég taldi upp og það stærðin á mótstöðinni, sem sagt 562.000 ohm og það þarf ekki endilega yfirleitt að biðja ekki frávikið en það sem sagt þá plus mínus 2% hérna, tolerance. Ég í rauninni aðalega bara að spyrja stærð mótstöðunar í ómum. Það bara það að þið æfið ykkur á því. Ok. Sem sagt, síðan hvaða íhlutur þetta? Þetta insulated gate bipolar transistorar og já, hvað áttu við að segja hérna? Það vantar einhverja spurningu hérna, eða ekki? Ops, að segja hérna. Fyrir hvað stendur skammstöðunin í GPT og í hvaða tækjum þessu íhlutir notaðir? Já, já, náttúrulega í hraðastýringum fyrir mótora eru þessi íhlutir notaðir og skammstöfunin IGBT stendur fyrir insulated gate bipolar transistorar. Ok, síðan hvað á mælirinn að sýna ef afriðlinni lægi? Hérna erum við með pluspól frá viðnámsmæli inn á reiðspennu og við í rauninni allar díóður þær snúa upp frá mínus, þannig að í þessu tilfelli hérna þá værum við með óendilega stórt viðnám vegna þess að við erum að reyna að tróða straumnum í öfuga átt í gegnum eina díóðu. Þetta þurfum við í rauninni bara að rissa upp. Ég man ekki, ég ætla bara að reyna að teikna hérna inn á þetta ef að það hægt. Jó, sem sagt að þið munið eftir því að það hægt að teikna þetta upp svona, hérna kemur plúsinn, reiðspennan kemur hérna inn á miðunni og hérna mínus og allar díóðurnar þær snúa hérna upp, þannig að ef þið kunnið að teikna þetta upp svona brú, þá mjög auðvelt að svara svona spurningu. Svona, þetta nú alveg verið að koma hjá mér hérna svona og þá verðum við að tengja mælinn, sem sagt mínusinn hérna inn á
og plúsin hérna, hann hérna inn á til dæmis, ekki satt? Sammála, og þá erum við að reyna að tróða plús hérna öfuga átt í gegnum díóðu. Þannig að þetta óendilega stórt viðnám. Ef að þetta væri öfugt, ef við væri með plúsin hérna megin, þá myndum við segja bara hann sýnir leiðni. Ef þetta væri á hinn megin, skiljið. Það þarf ekki að segja að hann sýnir 11 ohm. Nei, bara hann sýnir leiðni í gegnum díóðu. Ok, við svona spurningu. Ok, þá er það næsta. Hvað kallast þessi mótstaða? Þið sjáu það að skoða vel hvað hérna stendur hér. Hér stendur lux. Hvað tengist það? Þið þekkið það. Þetta er ljósháð mótstaða, alveg hár rétt. Og við getum skrifað hérna LDR, Light Dependent Resistor, ljósháð mótstaða. Fínt. Síðan er þetta hér. Hvað síðan mælirnar á myndinni ef spennugjafinn er stiltur á 15 volt? Þetta er spennugjafi sem er 0 til 24 volt, en ef hann er stiltur á 15 volt hérna, hvað gerir þá? Þá sýnir þessi mælir 15 volt. Og hvað er senespennan? Það vantar að hérna, þessi mynd er of lítil. Ég þarf að komast út úr þessu hérna. Það er nefnilega, ég þarf að stækka myndina til þess að sjá það. Hún er hérna sko, hvað hún er stór. Ég þarf að koma inn í eitthvað í burtu hérna, þessari mynd. Já, ég var að reyna að minnka hana. Já, 9 volt, stendur hérna, 9 volt, ok. Þá er hún sem sagt, hérna, ekki komið núna, já, 9 volt. Og það þýðir það að þessi mælir sýnir þá 9 volt hérna. Hann sýnir sem sagt senaspennuna, hún heldur yfir sig 9 voltum og restin fellur yfir þetta viðnám. Þá eru sem sagt 4 volt, nei, býtum við, 6 volt yfir það hérna, já. Og þá reiknum við út bara ströminn, hérna. Þannig að hérna, þá finnum við það út. I er þá bara sama sem R deilt með stærðin á R. Þá fáum við ströminn hérna. Ok, síðan kemur hérna PNP transistor. Hann er í þessari stöðu hérna, passið að láta ekki plata ykkur, hér er búið að tengja þennan rofa upp í plús. Hvað þýðir það? Það þýðir að hér er 5 volt, ekki satt? Já, það er hérna 5 volt. Það er 5 volt hérna líka. Þetta er beisinn hérna. Hann er með 5 volt líka. Emitterinn er líka með 5 volt. Það þýðir það, hann er lokaður. Svo að hérna, þessi mælar, þessi hérna, U4 hann sýnir 0 volt og beiströmmurinn er 0 ampere og kollektorströmmurinn er 0 ampere og spennufallið yfir ljósdíóðuna er þá náttúrulega 0 volt og þessi spenna hérna er þá 5 volt líka hérna frá yfir á beisinn. Hins vegar væri þetta allt öðru ef að hérna rofinn væri tengdur hingað. Það getur vel verið að þið lendið í því. Ef að taka það dæmi. Hvað gerist þá? Þá, hérna, já, þá tengjum við það hérna niður. Þá fáum við, þetta hérna er þá 4, býtum við, þetta hérna er 4,3 volt, hérna,
á þessum spennumæli hérna. Ég er með 0,7 volta spennu hér á milli emitter og base. Hérna er kollektorinn og það er yfirleitt það bil 2 volta spenna yfir LED-díóðu sem er lýsandi og við erum með þá það bil með 10 til 12 milliampera straum í rásinni hérna niður. Það er hægt að reikna það út. Við erum með 220 ohma mótstöðu hérna og við erum með cirka 3 volt yfir hana. Þannig að það var þetta 3 volt deilt með 220 ohmum. Við höfum fundið það, hvaða straumu það er. Þetta er einhvers staðar á bilinu 10 til 12 milliampere. Og síðan erum við með base straum hérna sem að er svona líklega 0,90 mikroampere. Það getur verið svona, getur sagt 0,1 milliampere. En þið getur reiknað það út vegna þess að hér erum við með sem sagt 4,3 volt deilt með 47 kilo mótstöðu. I base saman sem 4,3 volt deilt með 47.000 ohmum. Ok, þannig ef að rófin væri tengdur hérna niður, þá fengjum við allt aðrar niðurstöður á þetta. Síðan er spurt hérna, hve há er spennan á útgangi? Hér er mögnun á þessari spennu. Þið sjáuð að þessi spennugjafi hérna, þetta gæti verið hitarafæki. Hann snýr þannig að mínusinn er hérna á ofanverðu og mínus inn á mínus gefur okkur jákvæða spennu hérna út. Þannig að við erum með 2,23 millivolt og þá notum við formúluna sem við erum með hérna á hinu laðinu. Hvar vorum við með þetta? Við vorum með þetta í skjalinu hérna, þessu hér. Þá vorum við með formúluna hérna. Já, hún er hérna. Það er akkurat þessi formúla hér. Þið getið sett hana yfir, þetta ekki. Það er spurning. Úps, hún dettur hérna niður fyrir. Þá hérna ef maður er alltaf með einhverjar varaleiðir hérna til að prófa. Svona, nú sjá, þetta átt að vera hér. Ok, það er ekki víst að ég ná henni hérna inn á. Já, þetta hérna. Ok, ég ætla bara að skrifa hana hérna inn á, sjá hvort það gengur ekki, örglega. Jú, hérna. U út er þá sama sem R2 deilt með R1, þetta er sem sagt mögnunin, sinnum U inn. Og þá erum við með U er þá sem sagt, þetta er 1 mega deilt með 10 kíló sinnum 23 milli. Og út frá þessu þá fáum við spennuna U sama sem, er þetta ekki 2,3 volt? Það við prófa þetta, eitthvað með reiknivél. 2,3 volt. Hérna, við getum skrollað upp aftur eftir að við vitum hérna hvort að niðurstaðan er ekki örugglega rétt. Síðan er þetta, hver er munur á þessum mótstöðum? Já, þessa
hægra megin þarf að stilla með verkfæri og en þannig að það þarf að hún sem sagt notuð yfirleitt inn á plötu inn í tæki, þannig að það þarf yfirleitt að taka tæki sundu til þess að komast að henni og stilla henni með verkfæri eins og skrúfjárni. Þessi hérna hins vegar, hún með takka, sem sagt það öxullinn á hana og takki utan á tæki sem við notum til þess að skrúa og stilla utanfrá. Þannig að örinn segir það að þetta stillt utanfrá einhverju tæki. Og síðan spurt hérna, hvaða tegundir í þessum lista eru ópólaðir þéttar? Ópólaðir. Keramik þéttir pólaður? Nei. Já, sem sagt, hann ópólaður. Þannig að þá getum við merkt, sem sagt, hann ópólaður. Keramik þéttir ópólaður. Tantal þéttir ópólaður? Hann pólaður. Þannig að ekki tantal þéttir. Póliester þéttir ópólaður? Já, hann ópólaður. Þetta sem sagt plastþéttir. Raflausnaþéttir, hann ópólaður? Nei, hann verulega pólaður, pluss og mínus. Þannig að það ekki hann. Sem sagt, það keramikþéttir og póliester-þéttir eða plastþéttir sem eru ópólaðir. Hérna, hvað segir ykkur á því? Ópólaðir. Skiptir ekki máli hvernig maður pólar þá. Jæja, hvað segir þið? Fenguð þið sama út? 2,3 volt. Ok. Lýstu muninum á 0-punkt stýringu og fasastýringu við tríak. Það nefna dæmi notkun. Sko, fasastýring við tríak þegar við erum að stilla ljósstyrk á glóperum, ekki satt? Já. Hins vegar, 0-punkt stýring, hún kveikir og slekkur og það mjög langt á milli þess að við erum að kveikja og slökkva. Til dæmis ef við erum að stilla hita inn í herbergi, eitthvað slíkt. Þá erum við að regla hita á einhverju kannski, en við erum ekki alltaf að kveikja og slökkva á því. Þannig að við kveikjum í 0 punkti til þess að valda sem minnstum truflunum á rafkerfinu. Og þess vegna 0-punkt stýringin höfð. Og það í rauninni þegar við erum að kveikja og slökkva hægt á hlutunum og regla þá mjög rólega. En fasastýring, hún fær púlsa miklu oftar. Þar erum við að fá púlsa á, þegar opnunarhornið kannski 5 millisekundur, við erum að fá á 100 riða. Við erum að fá púlsa með 100 riðum. Við erum að kveikja og slökkva, sem sagt. Eða við erum að kveikja og slokkna sjálfkrafa á þessu við 0 í spennu. Þannig að það aðalmunurinn á 0-punkt stýringu og fasastýringu, að við stjórnum ljósmagni eða afli með fasastýringu mjög nákvæmlega, en við erum bara að slökkva, þetta bara af-á stýring, on-off er 0-punkt stýring, af-á. Ok, þið skiljið það. Síðan þetta sama og við vorum að fara í gegn áður. Á ég að fara aftur í gegnum þetta? Ok. Við byrjum á því. Þá verður þið að vera með reiknivélina uppi. Byrjum á því, finna heildarviðnámið á þessu hérna. Þetta þá 25 kg og við skulum finna strauminn. Við segjum þá hérna ég með svo lítið svæði til að skrifa inn á hérna. Ég hægt að skrifa hérna. Já, ok. Við fá í.
ég merkja hann bara I2, ég nota hann bara einu sinni þannig að ég get merkt hann I2. Þetta er ekki straumurinn inn á punkt 2, heldur straumurinn í gegnum þessi 2 viðná. Ég kalla hann bara I2 af því að þetta er U2 hérna. Og kalla ég hérna þennan straum bara I2. Ok? Þá er það, sem sagt, það er 5 V spennan, U heildarspennan pluss þessi, pluss heildarviðnámið hérna. 5 deilt með 25K. Þá fæ ég einhvern ákveðin straum. Vil ég segja mér hann? Já, keisirinn 10 mínútur. Ljómandi. Þann straum nota ég til þess að reikna út U2. U2 er þá sama sem I sinnum 10 kΩ mótstöðan. Og það er þá sama sem 2 volt. Akkurat. Þá setjum við spenna á tvistinum, hún er hér, hún breytist ekki neitt þó að hitastigið breytist, þannig að það er bæði 2 volt hér og hér. Bæði þegar er kalt og þegar er heitt. En þessi viðnámið hefur heitnað. Núna ætlum við að reikna út hvað er spennan í köldu ástandi, hérna. Þá finnum við það út með því að finna heildarviðnámið hér, finna strauminn hérna í gegn. Ok, þá gerum við það. Þá segjum við hérna aftur ég kalla þetta þá bara I3 kalt. Því að það verður annar straumur þegar þetta verður orðið heitt. Þá er það sama sem U deilt með R heildar þar, sem að þetta er þá 5 hérna. 5 deilt með þetta er þá 10, 20, er þetta ekki 40K hérna? 40K. Og hvað er sá straumur stór? 1,25 sinnum 10 mínútur 4. Það verður. Já, það getur passað. Og þá ætla ég að reikna næst út hvað er þá spenna U3. U3 er þá sama sem þetta 15K sinnum þessi straumur. Sinnum 1,25 sinnum 10 í mínus 4. 1,875 volt. volt er sem sagt lægri spenna heldur en á tvistinum og þess vegna er tvisturinn með yfirráð hérna og þá er lágt gildi út, mínusingangurinn með hærri spennu, þess vegna er lágt gildi út, það er 1,8 volt eða eitthvað sér, já, 1,8 volt hérna, já. En þegar að NTC viðnámið er hitað, þá minnkar viðnámið í því og við þurfum að hérna fara eftir fyrirmælum hérna sem að reynda kom ekki fram akkurat hér. Ég þarf að láta ykkur vita hvað það er. Það er að spennan á þristurum, við gerum ráð fyrir því að hún verði 0,1 volti hærri heldur en á tvistinum sem er 2 volt. Það þýðir það að við setjum 2,1 volt hérna í spennu á þristinum þegar að NTC viðnámið er orðið heitt. Þá verður spennan út komin í 5 volt. Og þá þurfum við bara að reikna hvað er þá straumurinn hérna á ferðinni þegar að spennan er orðin 2,1 volt hérna yfir þetta 15 kg mótstöð því að þá erum við með 2,1 volt hérna inn á inngang 3, pinna 3. Þá reiknum við það út spurning hvað ég að setja þetta I3, já ég setja það hérna, ja hér I3 heitt er sama sem U deilt með R og það er sem sagt
2,1 deilt með 15 K. Hvað er það stór straumurinn? 1,4 sinnum 10 í mínus fjórða ampere. Svona, ljómandi. Ætla ég að skapa mér smá pláss hérna aftur. Og þá ætla ég að reikna út, ég ætla að setja þetta inn þá, þennan straum ætla ég að nota til þess að finna út hvað er viðnámið í NTC-mótstöðinni. Og ég ætla þá að segja að nú er spennan yfir NTC-mótstöðina, hún er heildarspennan mínus 2,1 eins og alltaf spenna hérna. Þá er þetta hérna R NTC er þá sama sem U mínus U3 heildarspennan mínus spennan á þrýstinum hérna deilt með viðnáminu. Nei, deilt með strömmnum hérna, I, til þess að finna át viðnámið. I, 3H fyrir heitt. Þá segi ég hérna sama sem 5 mínus 2,1 deilt með 1,4 sinnum 10 í mínus fjórða ampere. Hvað fáið þið stórt viðnám í þessu? Út úr þessu? 20.714. Ok, þá er það 20,7 kílóum. Já, þá er það farið úr 25 kílóum niður í 20,7 K. Já, þá erum við búin með þetta þannig. Og eru þá einhverjar spurningar varðandi próf 1. Þess að þið eru með þetta efni, þið eru með fleiri upptökur líka á kennsluefnum. Eru einhverjar spurningar? Ef svo er ekki, þá segjum við bara þessari upptöku lokið og förum að halda áfram í vélgjörnskerfinu.